Góðan daginn, Sigrún Arna heiti ég og með lítið prjónafyrirtæki sem heitir Náttúruprjón. Nú ætla ég að sýna ykkur nýjustu uppskriftina mína. Það herrapeysa með köðlum, einum eftir bakinu. Þetta mjöðmyndan sem ég að sýna ermarnar. Og ég ætla að sýna ykkur, hún gerð með tvöföldu prjóni, hún prjónu ofan, hún prjónu fram og tilbaka. Axlastykki aukið út í hverju umferð og á ermum aukið út í annar hverju umferð þar til réttri víddin á. Svona mun hún líta út. Ég þarf reyndar að taka þessa aftur upp af því að hún var aðeins svo þröng, þess vegna er ég ekki búin að setja hérna á sin, en annars á að renna á síni. Þannig að sjáu þið hvernig hún lítur út. Þetta eru ermarnar. Ég enda með svona tvöföldu prjóni með kaðlalista á ermunum. Og byrja á henni með tvöföldu prjóni með kaðlalista og rosalega gaman að gera henni kaðlalista. Þá prjónaru tvöfalt sem sé og fitjar upp, ég sýni ykkur uppfitt 2 tegundir á eftir. Og þú prjónar alltaf framhlið og bakhlið samtímis, þannig að þá ein slétt, ein brugðin, ein slétt, ein brugðin. Þegar kemur að köðlunum, jú, það smá mói, en það alltaf leið. Það bara skemmtilegt að glíma við eitthvað. Áskoranir í lífinu. Svo þegar að búið að gera tvöfaldalistan í hálsmálunni, ég vildi hafa hann tvöfaldan svo hann væri svolítið stífur og myndi standa. Þannig að það var nú eiginlega hugsunin á bak við þetta. Þegar ég búið með listan, hann komin í rétta lengd, þá sæki ég lykkjur í gegn fyrir bakstykkið og framstykkið og svo með svona þýskar stittar umferði framan, German short rows frá fléttunni sem á öxlinni. Það flétta á öxlinni og nær alveg niður að lista á peysunni, báðum megin, og svo ein flétta eins og ég sýndi ykkur áðan á bakinu. Þið fáu nú að sjá heildarmynd af peysunni síðar og það líka hægt að skoða það inn á Instagraminu mínu, þá mun ég pústa myndin því ég búið með uppskriftina. Þetta var fullt af lærdómi, mjög gaman að gera. Og svona allur frágangur dálítið svona skemmtilegur. Hér náttúrulega bara plokkaðar upp lykkjur eða sótalykkjur. Hér ækord, þannig að þá verður kanturinn rosalega svona mjúkur og fín. Liggur örlítil kaðall niður með peysunni og eins og á ermunum. Og svo í lokin að þá prjónar maður svona lista, tvöfaldan lista aftur til þess að ganga frá peysunni og hann heklaðu fastu með lykkjunum úr bólnum. Þannig og það verður alveg sýnt á vídeo, ég ger alveg kennslumyndband með því. Þannig að þetta verða 4-5 kennslumyndbönd. Fyrst það hvernig á að byrja á fléttunni, svo hún sé alveg eins báðum megin. Og svo kennt hvernig á að gera fléttu í tvöföldu prjóni. Svo sýni ég hvernig ég sæki lykkjurnar inn í listan. Og svo að lokum þá sýni ég hvernig ég lykkja saman tvöfaldaprjónið. Mér finnst alltaf voða gaman að hafa svona hlutin á saumlausa. Þetta auðvitað fyrri lykkjunin vegna þess að hún mistókst aðeins, en ég ákvað bara að hafa hana svo áfram svo ég geti sýnt á vídeónu hvernig hún kemur út. Hún kemur bara út sem brugna lykkjur sem þýðir þá og ég hef bara farið vitlaust inn í lykkjuna. En á hinni erminni þá þá þetta orðið betra og slétt báðum megin. Mér finnst svona frágangur ofsalega skemmtilegu þegar gengi frá öllu þannig að það sjáist ekki. Þegar búið að lykkja saman þá þetta heklað á tvöfaldi kaðallinn heklaður á í það lykkjur sem eru eftir á prjónunum og tek ég nokkra lykkjur saman þannig að þá svona þrengist hún aðeins þar sem að kaðallinn kemur eða listi og þannig að það má alveg hafa þetta víðara ef að fólk vill, þá bara fléttan höfð stærri. Svona líka gengið frá niðri og að því ég þarf að taka þetta upp þá það allt í lagi að því að ég hef tekið saman nokkra lykkjur á leiðinni. Þannig að nú bara losa þetta allt aftur upp, set lykkjurnar og prjónin, lengi kaðallinn eða listan og festan svo lykkjurnar, deili og hekla aftur saman, svo komir rétt úrtaka. Og strákurinn, ég held hún hafi ekkert litist á þetta fyrst, en svo var hann, og verulega ánægður með peysuna, þannig ég þarf að drífa mig að klára hana.
og setja rennilásina og síðan keypti ég handprjónasambandinu. Þar getur maður fengið þess að stytta lása, þá fer maður með flíkinu og hún mæld, best að hafa hana þvegna. Og hún mæld og þær stytta lásin, þannig þá passa lásin á peysuna, þá þarf peysan ekki að passa á lásin. Það dálítið, þú veist, það svona, mér finnst það pínu skemmtilega. En ég bara vona að sjá eitthvað sem flest glíma við þessu auðskrift og jú, gleymdi einum, það kemur líka kvennaauðskrift af henni og þá verður hún með aðsniðinu mitti, svona eins og jakkapeysa og það kemur bara í beinu framhaldi af hinni peysunni. Ég þarf bara að, ég að byrja á næstu peysu og svona fínisera það sem þarf að fínisera eins og ég var að sýna ykkur á það því ég fitjaði upp eins og að fitja upp fyrir tvöfalt prjón. Þá kemur uppfitið svona og svo þegar ég felli af, þá kemur svona flétta. Þannig að ég þurfti aðeins að samræma þetta, svo þetta væri nú alveg eins báðum megin. Þannig að var ég að pröfa mig áfram, minnst þú það gott að nota mjög andstæða liti. Og þá fitjaði ég upp bara með því að hekla loftlíkjur, fara svo í kúlurnar sem á bak við fléttuna og sækja lykkjurnar með báðu litum. Og skipti svo upp á prjónin, ein græn og ein gul og svo því ég prjóna flétturnar þá prjóna ég alltaf tvær fyrstu lykkjurnar í báðum litum, bara í umferðinni sem þú ert að klára og þá myndast svona flétta sem að gerir þetta allt svolítið svona fínlegra, meira smáatriðum og svona eins og ég sjái þá kemur fléttan framan á það sem að kaðallinn Kannski það út af því að það styttist aðeins prjónið þegar að kaðallinn þannig að þá gefur eitt eftir. Og þá svona, þetta alltaf aðeins svona stífara heldur en bara svona, þú veist, þannig bara vona að þið njótið dagsins. Þetta komið í dag, þetta kynningamyndband allavega og og vona þið njótið dagsins. Algjörlega frábær sumadagur, allir út að prjóna. Góðar stundir, takk, bless.